Herðu, já, það Eva var næstu að drepa hugmyndu okkar að það veri ekki á milli þings og þjóðar. Það var mikil sátt á milli kjósenda og frambjóðanda. Samkvæmt þeim mælitækjum sem hún var með, sem við vorum að ræða við. Önnur svona hugmynd sem svona ríkjandi á Íslandi að við séum bara allt að fá. Við ráðum ekki við eitt en eitt. Það sé eiginlega við höfum ekki að fá til að láta okkur dreyma gott samfélag. Þorvaldur Gylfason, þú hefur verið að skoða þetta eitthvað, hvort að smá löndum farnist vel eða illa. Ég hef legið yfir þessari spurningu í aldarfjórðung eða meira, því hún á sér langa sögu. Á 19. öld þá töldu sumir að Belgía væri allt of lítil. Það væri ekkert vit í því að vera að flækjast með smáland eins og Belgíu í Evrópu. Þetta voru þau ár þegar miðsóknaraflið, svo ég noti tungutak eðlisfræðinga, var ráðandi í evrópskri pólitík. Þýskaland sameinaðist úr mörgum smáfurstadæmum 1860 og 10 árum seinna sameinaðist Ítalía úr mörgum smáfurstadæmum líka. Þarna voru komin 2 stór og stöndu lönd við hliðina á Frakklandi og Spáni og svo framvegis, þannig að belgar þurftu að vera svolítið órólegir skeið. Mér minnir það verið Grímur Thomsen sem var að ræða það á einhverju diplomatafundi í Kaupmannahöfn hvort Belgía væri of lítil, En auðvitað Belgía ekki of lítil. Og ég segi, auðvitað Ísland ekki of lítil. Mér sé að Færeyjar eru ekki of litlar. Lögðu mér að lýsa þessu aðeins fyrir þér. Það fylgir því auðvitað ýmislegt óhagræði fyrir lönd að vera lítil og fámenn. En það fylgir því líka ýmislegt hagræði. Og þegar vinir mínir sumir í háskólanum og annar staðar segja bara Ísland allt of lítið, við erum allt of fá, aldrei eignumst við Wolfgang Amadeus Mozart. Og ég segi bara við þurfum ekkert á Mozart að halda, við erum bara alveg nógu gott tónlistafólk og mér segja miklum betra heldur en gera mætti ráð fyrir. Og svo það ekki málið. Málið það að smálönd geta fært sér í nyt smæðina og bætt sér upp óhagræðið af henni með því að eiga blómleg viðskipti og samskipti við önnur lönd og þetta lykillinn. Og þegar að þessi spurning byrjaði að brenna á mér í kringum aldamótin 2000 af því að bara allt of margir vinir mínir sögðu Íslandi eins og það af því að við erum allt of fá, allt of smá. Þá laðist ég við tölunar. Ég bjó mér til úrtak 20-30 lítilla ríkja og skoðaði bara hagtölurnar árangurinn sem þær höfðu náð og bara hann saman við heiminn í heild sem blanda af stórum löndum og smáum. Og það kom í ljós bara á punkti eftir punkt að smáríkin stóðu sig betur. Sumir segja að smáríkin, það sem allir þekki alla, að þeim hættir svo við spillingu. En spiltustu löndin í heiminum eru risaríki, eins og Rússland og Kína og Indland og Indonesia og nú Bandaríkin. Og öðrum orðum, það að allir þekki alla, það hefur þennan kost að menn vita þá alltaf allt alla. Og þannig myndast getan til þess að halda spillingu í skefjum. Þú kemst ekki upp með neitt í smáþorpunum, það segja bara að ægi Þorvaldur minn, ég skipti nú að þér þegar þú varst lítill. Og að vísu það hefur verið merkiketti þar. Nei, en að vísu hefur þessi lið málsins ekki nýst okkur Íslendingum eins vel og vera skildi, en svona sem almenn lýsing á smáríkjónum, þá engin tilviljun að tölurnar sína að smálöndin eru óspiltari heldur en stóra löndin. Og svo þetta tegja sig stærð frá stærð. Já, má ég spyrja þig, þessi lönd sem þú ert með þarna í sekknum, hvað, eins og ég fatti það, hvaða lönd er þetta? Luxemburg og San Marino og Andorra? Nei, Luxemburg, núna í þessu nýja úrtaki, að þá ég með eilönd, þannig að ég tek fámenn landlugt ríki út úr dæminu, en ég þarna með Ísland og Færeyjar og Grænland og
og alls konar ríki, svo lengi sem að mannfjöldin er undir 1 milljón og yfir 50.000. Og þannig get ég talið upp 33 ríki sem eru bara 1/6 af öllum ríki heimsins, sem eru 200 talsins, og ég ber þetta Þannig út með Grænhöfðaeyjar og út með eitthvað af ríkjónum í Karíbahafinu og í Kyrrahafinu. Já, nákvæmlega. Og ég spyr hvaða stærðir eru það sem að valda mestu vöxt og viðgang efnahagslífsins og batnandi lífskjör til langs tíma liðið. Og þá verður maður fyrst fyrir 3 stærðum. Ein menntun fólksins, önnur viðskipti við útland og en þriðja fjárfesting í vélum og tækjum. Að mér sleppt í fallinir í land og sagt að maður leggja bara á einum eftirmiðdegi mat á ástandið, þá spyr ég þessar 3 stærðir, menntun, viðskipti og fjárfestingu. Og sannleikurinn sá að meðaltal skólagöngu ungmenna í smálöndunum miklu hærra heldur en í heiminum í heild. Og viðskiptið útland, eins og þau eru mæld bara með útflutningi sem hlutfall af landsframleiðslu, þau eru miklu meiri og blómlegri í smálöndunum heldur en í heiminum í heild. Það er bara vegna þess að smálöndin sjá sig knúin til þess að bæta sér upp hagræðið af smæðinni. Ég meina, við framleiðum ekki bíla, við þurfum að kaupa bíla, Bandaríkjamenn þurfa þess ekki þó að þið gera það. Og svo kemur fjárfestingin og hún kannski skiptir minnstu máli núna í ljósi svona nýrra upplýsinga í nútímanum. Og smálöndin fjárfesta engum meira í hlutfalli við landsframleiðslu heldur en innlöndin. En svo komin nýjar stærðir til skjalanna sem ég gat ekki haft með þegar ég komst að hliðstæðri niðurstöðu fyrir 25 árum aldamótin 2000. Og það eru svona alls konar félagsvísar og stjórnmálavísar eins og lög og réttur og lýðræði og tekjuskipting og þess áttar. Það kemur bara ljós að þar vinna smálöndin líka. Þessar nýju lýðræðisvísitölur sem ég hef verið að skrifa mikið og riðja sér meira til rúms, að þær eru miklu herri og hagstæðari fyrir smálöndin að meðaltali, heldur fyrir heiminn í heild og vísitölur lögfræðinga lög og rétt, þar að segja trösti sem réttarkerfið verðskuldar af hálfu almennings, að það eru líka miklu herri í smálöndunum. Þannig að smátt fallegt, það getur verið fallegt og þessi barlómur að Ísland sé of lítið og það hefur verið mistök að segja skilið við Dani 1944 og svona, svo bara skoðun, hún stenst ekki þessa tölfræðilegu yfirlegu. Og þetta er að segja við Færeyinga, ég svolítið þar, og þeir spyrja erum við 50.000 Færeyingar og fáir, og ég segi ekki endilega, það ekki þeir eru miklu ríkari í tekjum á mann heldur Íslendingar voru þegar við tókum okkur sjálfstæði 1944, bara smæðin skiptir ekki máli. Ef mann lýsi yfir sjálfstæði og vilja það, láta sér dreyma það, þá það ekki af efnahagsástæðum, þá það bara af menningar og félagslegum ástæðum. Þetta er ungt fólk sem flytur að heiman til að stofna heimili á eigin vegum. Það gerir það ekki af fjárhagsástæðum. Það gerir það bara af því að það er sjálfstæðisyfirlýsing. Það vil hasla sér nýjan völl, jafnvel þó að það væri ódýrar að búa heima hjá mömmu og pappa í nokkur ári viðbót. Og svona hugsuðum við 1944 og svona finnst mér að Færeyingar eigi að hugsa núna, nema hér hefur aldrei verið alvöru ágreiningur það hvort það veri rétt að standa á öðrum fótum eins og við höfum gert og getum gert. En það er ágreiningur það í Færeyjum, því að Færeyjar eru enn í dag þverklofnar í 2 fylkingar, önnur vill sjálfstæði, hinn vill óbreytt ástand, óbreytt samband við Dani. Og bara til trafala í þeirra pólitík, því að alltaf þegar að líða kosningum þá allir snúast kosningarnar alltaf þetta og svona umræðan svona kannski mikilvægari mál. Hvað kemst ekki að það? Nei, Færeyingar hafa 4 flokk, það er vísa orðinni 7 flokkar í 4 flokknum, láta það vera, og það eru 2 öxlar, annar er þetta sem þeir kalla hægri og vinstri, og hinn er þetta sem er sambandi við Dani á móti sjálfstæði, og svo mynda þeir samsteypustjórnir á víxl og þetta mál hefur alltaf staðið í þeim. Hvað, Færeyingar eruðu að lýsa við sjálfstæði, hvað með eins og Skota, Katalóna? Serðu bara fyrir þeirra að Evrópa væri bara betri ef hún myndi Já, ég hef dreigð svolítið inn í sjálfstæðisbaráttu allra þessari 3 þjóða sem hún nefnir og mér til mikillar ánægju. Ef Evrópusambandsins nyti ekki við, að þá ég ekki viss að ég væri hlynntur sjálfstæði handa Katalóníu eða Skotlandi eða Færeyjum, vegna þess að ég myndi óttast að lífskjörinu myndi hraka vegna þess að það væri engin trygging fyrir líflegum viðskiptum með útlönd.
En sjálfstæði sinnar í Katalóníu, á Skotlandi og í Færeyjum, þeir segja allir, við viljum vera í Evrópusambandinu sem að tryggir blómleg viðskiptið útland og þar með skotið hikinu sem ég hefði ella gagvart sjálfstæðis óskum og baráttu þessar landa. Auðvitað útlendingar aldrei að skipta sér af þessu. Ég hef verið kvadratinn til þess að spyrja stjórnarskrána og þeir segja ef við lýsum yfir sjálfstæði eigum við að fá okkur nýja stjórnarskrá og ég segi við þá þarna hittið þið mig fyrir á heimavelli þið að gera það, en ég legg ekki dóma á það hvort þið eigið að fá ykkur sjálfstæði ekki, það auðvitað ykkar En Evrópusambandið skiptir máli í sjálfstæðisbaráttu þessara landa. Það má orða þannig að Skotin vill frekar fara frá Edinborg til Brussel heldur til London og sama með Katalónan og Færeyingin. En svo manni bent á það að sá sem að býra á Hjaltlandi, hann vill frekar fara til London heldur til Edinborgar. Þannig að sá sem minni finnst hann alltaf kúaður af stæðsta nágranna sinna. Já, skosskir þjóðirnir sinnar hafa skýrt þetta fyrir mig þannig að þeir vilji náið samneyti við Norðurland. Þeir segja við erum jafnaðarmenn, við erum á móti skólagjöldum í háskólum og þess áttar. Við viljum hafa þetta eins og Danir, Norðmenn og Svíar. Og þess vegna væri það bara gutur riddans og báða bóa. Ef við fengjum sjálfstæði og fengjum að vera inni í Evrópusambandinu eins og við vorum og bara englendingar sem vilja miklu heldur sækja sína fyrirmyndir til Bandaríkjanna, þeir geta bara að lyfta íhaldinu að vera stjórna London í friði fyrir áreiti frá okkur Skotum. Og þessi skipan sem hefur staðið frá 1707 við þurfum að líta hann allt öðrum augum núna þegar Evrópusambandið komið og tryggir þetta viðskiptafrelsi sem að annars væri ekki tryggt og þetta er lykillinn í sjálfstæðisbaráttu og röksemdu Skota fyrir sjálfstæði og Katalónar eru ekki langt undan. Þeir kvarta líka undan því að þeir megi ekki verja sig fyrir dómstólum og eigin máli og þess áttar. Það eru leifar af gamla frankóismannum, fasismannum í Madrid og á Spáni og Katalónar kvarta undan því og það er svona viðbóta röksemd sem þeir hafa gegn stjórnin í Madrid sem að Skotar telja sér ekki að þurfa að kvarta undan að gagvart London ekki enn. En nú hallar að ýmsu leyti undan Bretum eins og Bandaríkjamönnum, þannig að kannski byrja Skotar að kvarta undan þessu líka ef að Bretar englendingar taka sig ekki á. Herðu, það eru kostir við að vera smár en það er líka gallar. Já. Og á Íslandi myndi fólk kannski segja að við bara ráðum ekki við að halda úti svona alls konar kerfum sem er ætlast til þess að ríki hafi. Ég veit ekki hvað dæmi að taka lyfja eftirlitið við getum allavega verið jafn gott og í stærri löndum. Þetta er annað í huga svona strúktúr sjúkratryggingar voru búnar til þess að vera svona kaupandi af heilbrigðisþjónustu meðal annars af opinberum stofnunum. Kannski virkar þetta vel í Þýskalandi, þar sem eru kannski 50 spítalar á starfi í Landspítalanum. Þegar þú setur sjúkratryggingar eiginlega bara ofan á einn spítala og 2 heilsugæslur. Já, en sjáðu, þetta er angi af þessum viðskiptafrelsisrökum sem Evrópusambandinu er ætlað að tryggja að eigi við. Eitt kosturinn fyrir smáríki að ganga þangað inn og að vera þar inni, það er einmitt bara aðgangur að evrópsku bankaeftirliti og samkeppniseftirliti og lyfjaeftirliti og svo framvegis og eitt af því sem að smáríki losna við, það er herkostnaður, varnarkostnaður. Íslendingar hafa ekki haft nokkurn kostnað af landvörnum alveg frá því síðar í heimsstyrjöldinni lauk, en þvert á móti gert landvarnirnar af féþúfum og þetta geta smálönd gert allan heim. Það er ýmis kostnaður sem að þau geta skotið sér undan bara af því að örlátir stærri grannar bara taka þetta að sér, svona ekki ósvipað og Danir hafa tekið Grænland upp á sína arma, en auðvitað er það dýrara á hvert mannsbarn og hvert skattgreiðanda að halda úti fullburðar sinfóníuhljómsveit og óperu og heilbrigðiskerfi og svoleiðis, það er alveg rétt. En bara þegar maður skoðar heildina
að þá bara eins og kostirnir vegi talsvert miklu þyngra en gallarnir og þessi munur hefur aukist vegna þess að í úrtökunum 2 sem ég skoðaði í fyrri umferðinni 2000 að þá voru tekjur á mann 40% hærri í smálöndunum sem ég skoðaði heldur en heiminum í heild og núna er þessi tekjumunur komin upp í 90%. Þannig að smálöndin eru að sækja sig veðrið með því að vaksa hraðar. Við erum að segja sögu úr Klettafjöllunum. Þannig var að eftir hrun að þá var ég kvaddur vestur í Klettafjöllin Kanadamegin við landamærin til þess að halda fyrirlestur Ísland og hrunið. Og ég hafði við svipu tækifæri fyrir hrun, oft svarað bara áður en að spurningin kom spurningunum það hvort að Ísland væri of lítið, því að ég bara sá það að augnaráði fólksins að það var velta þessi fyrir sér. Og svo á réttum stæði í ræðunni eftir hrun að þegar var komið að þessum söngva og danskabla Ísland sem að dæmi smáríki sem hefði náð árangri, þá sá ég auðvitað að það myndi falla flatt við þessa kringumstæður. Þannig ég tók annað dæmi af jafnstóru landi sem Barbados, sem eyríki í Karibahafi, 300.000 manns, þú veist, engin verðbólga, fast gengi síðan 1975, þegar við geta hafnað öllum tilboðum nágrannalandanum að ganga inn í myntsamstarf vestur Kariba-dollarar og sólskin alla daga ársins og engin spilling og dómskerfið í góðu lagi og allt. Og þannig að ég sagði að loknum þessum langa lof fyrirlestur Barbados að þannig sjáu þið að smáríkjum getum vegna vel og þá réttir silfurhærð kona á aftasta bekkuböndin og segir herra prófessor að þér hafi glemt einu hjartaslóðurar hvað kemur nú hugsaði ég hún sagði frá fyrsta degi hafa allir bankarnir á Barbados verið kanadískir og kanadískir? Já, og þessu klikkuðum við á. Kanada hefur besta bankakerfi heimi. Heimskreppan fór fram hjá þeim og fjármálakreppan 2007-2008 fór fram hjá þeim líka. Og bara atvikin höguði þannig að þegar Barbados var sjálfstætt ríki að þá voru það Kanadamenn sem þeir heimamenn fólu bankareksturinn og það hjálpaði. Og svo geta menn dregið þar álættur Ísland á þessari sögur sem þeir vilja Þetta niðurstaðan svo að það er bara gott að vera smá ríki, sérstaklega ef þú ert með kanadískt bankakerfi. Já, eða önnur útlönd myndu duga líka, held ég Við komumst nú nálægt í að selja Svíum Landsbankann manstu fyrir hrun, en þeir voru reknir út í horn til þess að rýma fyrir Björgólfsfæðgum og restin af sögunni þekkja áheyrendur okkar. Finnst þér þetta því að nú ættum við að sitja alla daga og vera að velta fyrir hversum samfélag við vildum byggja upp. Svo er svolítið að segja að við getum byggt upp bara eins gott samfélag og við viljum. Já. En þessi svona hugmyndum að við erum að fá og við erum að veik og eitthvað svona, er þetta kannski svona, er þetta stór þröskuldur fyrir því að við gætum raunverulega verið að tala það sem skiptir máli? Þetta trufla marga, of marga, því að ég bara hvet menn til þess að skoða rökin með á móti og skoða tölunar og þá bara eiga menn að sjá þetta þessum smálöndum hefur vegna vel og þess vegna getur þeim vegna vel því að reynslan sýnir það og ég held að þetta kemst, ég er að skrifa þetta einmitt handa Færeyingum og ég vona að þá fjölgi aðeins í hópi þeirra sem að telja óhætt að lýsa yfir sjálfstæði frá dönum og fækki í hópi hinna. Og reyndar hefur það gerst í fyrsta skipti núna síðustu árum að Færeyingum liggur svolítið þungt orð til Dana fyrir að hafa þvælst fyrir sjálfstæðishreyfingunni Færeyjum. Það gerir til dæmis með því að þegar Færeyingar semja sér þetta skínandi fína stjórnarskrárfrumvarp og lögþingi í Færeyjum lofar í tvígang að halda þjóðaratkvæðagreiðslu og svíkur það í bæði skiptin, líkindin við Ísland eru alveg sláandi og Danir gerðu það af skömmum sínum að leggjast á sveif með þeim sem komu vekk fyrir þessar þjóðaratkvæðagreiðslu með því að segja það að stjórnarskrárfrumvarpið sem ég fór vandlega yfir og verið gersamlega fyrsta flokks samrýndist ekki óbreyttri stöðu Færeyja í Danmörku. Það hefði verið hægt að laga með bara einni nýrri málsgrein eða einni smáveilari orðalagsbreytingu. En þarna þvældust Danir fyrir og Færeyingar kvarta núna sáran undan yfirgangi Dana í sambandi við sjálfstæðis óskir Grænlands
þannig að glansin svo litið farin af Dönum í augum heimamanna á Færeyjum og Grænlandi sem þetta besta og kurteisasta og geðfeldasta nýlenduveldi sem sagan kann frá að greina sko. Sem sjálfsmynd Dana. Já. Svolítið. Herðu Þorvaldur, takk fyrir að koma hérna og benda okkur á þetta og hlustundur hafið það hugfast að ef að við byggjum ekki upp gott samfélag á Íslandi þá ástæðan ekki svo að við séum á fá.